Komiði sæl. Fjarlæg frípeð í endatöflum eru gríðarlega hættuleg vopn og ástæðan fyrir því er að þau eru langt frá hinum peðunum á borðinu og það er hægt að nota þau sem hálfgerða beitu til þess að lokka kóng andstæðingsins frá helsta átakasvæðinu á takborðinu. Hér fyrir framan okkur erum við með dæmi fjarlægt frípeð. Hvítur hefur eitt slíkt á H2 og svarti kóngurinn þarf að hafa auga með því. Á meðan hvítur lætur svarta kónginn elta H-peðið þá getur hann nálgast hinn peðin á borðinu. Það fyrsta sem að hvítur þarf að gera þannig með fjarlægt frípeð er að virkja kónginn sinn eins vel og hann getur. Þannig að hvítur byrjar á því að leika kóngur F3 og svo kóngur F4 og kóngurinn er þá komin eins langt fram á borðið að hægt er. E5 skák, kóngur E4 og kóngur E6. Áður en að hvítur bruna með H-peðið alla leið upp og lokkar svarta kónginn til þess að elta það, þá er mikilvægt fyrir hann að koma peðunum sínum á drottningavæng aðeins framar. Hvítur getur byrjað að leika H4, kóngur F6 og nú má hvítur helst ekki fara með peðið strax að stað. Það er betra fyrir hann að leika eins og ég sagði peðunum fram á drottningavæng, B4 og A3 og nú þegar peðin eru skorðuð þá er allt tilbúið til þess að bruna með peðið að stað. H5, svarti kóngurinn verður að elta, kóngur G5, hvítur drepur á F5 og svartur drepur á H5 og nú sjáum við að hvíti kóngurinn er miklu nær svartu peðunum á drottningavægnum heldur en svarti kóngurinn nær hvítu peðunum, þannig að hvítur vinnur með að leika kóngur D6, kóngur C6 og hvítur hirðir bæði peðin og vinnur endatöflið auðveldlega. Við skulum kíkja á eitt dæmi úr tefldri skák. Hér fyrir framan okkur erum við með stöðu úr skák Jóhanns Hjartarsonar og Jóns Garðars Viðarssonar. Þetta teflt á Íslandsmótinu í skák árið 1988. Jóhann er með hvítt hérna og er peði yfir og lék kóngur F4 og Jón Garðar svaraði því með kóngur F6. Og hér er Jóhann með fjarlægt frípeð sem er langt frá hinum peðunum á borðinu og hann getur notað það eins og áður sem beitu fyrir svarta kónginn, lokka hann í burtu þannig að hvíti kóngurinn geti elt peðið á A5. En það er mikilvægt fyrir hvítan að passa sig á því að fara ekki með fjarlæga frípeðið of langt fram á borðið. Því að svarti kóngurinn þarf að elta peðið og ef hann þarf að hirða peðið alla leið niður á G3 þá er langt fyrir hann að fara þaðan alla leið út í hot til þess að stoppa hvíta A-peðið í að komast upp í borð. Þannig að Jóhann lék kóngur E4 sem er besti leikurinn í stöðunni. Jón Garðar svaraði því með kóngur E6 og eftir kóngur D4 þá gafst hann upp. Við sjáum að Jón Garðar hefði getað reynt hérna kóngur G5 en eftir kóngur D4 og kóngur G4 þá er hvíti kóngurinn langt á undan þeim svarta og vinnur þetta með því að loka svarta kónginn af. Svarti kóngurinn hefur ekkert aðgang á A-línunni og hvíta peðið rennur upp í borð. Ef að Jóhann hefði í þessari stöðu hér leikið peðinu sínu á G4 þá er staðan allt í einu orðin jafntefli. Því það munar það að nú er leiðin fyrir svarta kónginn mun styttri í að komast út í horni heldur en áðan og svartur nær jafntefli með kóngur G6, kóngur G5 og svarti kóngurinn kemst á C8 reitin, hótar að fara á B8 og komist kóngurinn út í horni staðan strax jafntefli. Hvítur getur reynt kóngur A7 en eftir kóngur C7 komin upp sérkennilega jafntefli staða þar sem hvítur getur ekki unnið, þar sem að hvíti kóngurinn er fyrir A-peðinu og hvítur hálfpartinn lendir bara svona í sjálfspatti eftir kóngur C7. En Jóhann tók rétt ákvörðun með að leika kóngur E4 og vann þetta samfærandi. Við skulum kíkja á annað dæmi fjarlægt frípeð og nú sjáum við skák sem var tefld árið 1960. Það er William Lombardi sem er með hvítt og Robert James Fisher. Bobby Fischer hefur svart. Svartur er skiptamunni yfir eins og við sjáum og það var oft verið talað um það að helsta eða besta við að vera skiptamunni yfir er að vera að geta gefið skiptamunni tilbaka og grætt eitthvað annað í leiðinni. Það er að vera svona helsta vinningsleiðin þegar maður er skiptamunni yfir að fórna skiptamunni tilbaka. Hér fann Fischer þvingaða leið sem gefur honum upp unna endatöflstöðu með fjarlægu frípeði. Hann drap biskupinn á C3 með skák, drap svo peðið á E5 með skák, fór í uppskipt á E1
og hér erum við stöðu fyrir framan okkur það sem er jafnt í liðum, en svartur á möguleika að búa til fjarlægt frípeð á A-línunni með því að leika fyrst B6 og svo peðinu sínu til A5. En það fyrsta sem hann þarf að gera, og Fischer þekkti þetta auðvitað, var að virkja kónginn sinn, koma honum eins langt út af borðið og hægt var, fór með hann alla leið á C4. Nú leik Lombard í H5 og nú er mikilvægt fyrir svartan að fara ekki of langt með kónginn sinn, því að ef hann fer á B3 þá getur hvítur virkað kónginn sinn með að fara á D3 og hvítur fær smá mótspil. Svarti kóngurinn stemdi bara vel á C4 og þess vegna leik Fischer bara B6, undirbyrja búið til fjarlægt frípeð. Nú kom kóngur C2 og þá ákvað Fischer að gera það sem við töluðum um áðan, ýta peðunum sínum á kóngsvagnum eins langt fram og hægt er og hafa þau tilbúin í að komast upp í borð þegar að fjarlæga frípeðið verður til. Þannig að hann leik G5, Lombard leik H6 og þá kom F4 og G4 og fyrst núna býr Fischer til fjarlæga frípeðið og ýta því að stað með A5 og hvítur á enga vörn við þessu, hann verður að stoppa A5 peðið, svarta peðið á A5 og meðan hirðir svartur C3 peðið og er langt á undan hvítum í peðinu á kongsvagnum, kongur D4, kongur B4, kongur E3 og Lombardi gafst upp. Þetta var örugg úrvinnsla hjá Fischer. Takk fyrir þetta.